Notaðu leifarregluna til að finna afganginn r þegar deilt í p(x) með dx. P(x) er 3x í þriðja mínus 2x í öðru pluss x, en dx er jafnt á x pluss 2. Og í staðinn fyrir að deila dx upp í p(x) og finna þannig afganginn, skulum við nota leifarregluna til þess. Byrjum á því að finna rótina af dx. Skrifum dx hér upp, dx er jafnt á x pluss 2. Setjum þetta upp sem jöfnu og gerum það jafnt á 0. Og þá spyr ég hvað þarf x að vera til þess að útkoman verði 0 hér. Við getum fundið út með að flytja þennan tvist yfir samansammerkið, þá breyst hann í mínus 2. Þannig að við erum x hérna vinstra megin og hægra megin 0 mínus 2. Og 0 mínus 2 er mínus 2. Þannig að x þarf að vera mínus 2 til þess að útkoma sé jafnt á 0. Ok, setjum þá þennan mínustvist inn í staðinn fyrir p(x). Þannig að í staðinn fyrir x-ið í p(x) setjum við mínus 2. Þannig að hér kemur þá 3 sinnum mínus 2 í þriðjaveldi, mínus 2 sinnum mínus 2 í öðruveldi, pluss mínus 2. Og takk þetta ég set sviga utan alla mínustölur hér. Það er að segja þennan mínustvist í þessu tilfelli. Því að ég er að fara að reikna núna mínus 2 í þriðjaveldi er mínus 8 og 3 sinnum mínus 8 er mínus 24. Hérna í miðjunni, mínus 2 í öðruveldi er pluss 4, en mínus 2 sinnum 4 er mínus 8. Svo kemur hérna pluss mínus 2, mínusinn tekur völdin, þannig að hér kemur í lokin mínus 2. Þannig að við erum þá með mínus 24, mínus 8, mínus 2 eða jafnt og mínus 34 og það er afgangurinn.